Ásta Björt Júlíusdóttir leysir oft Birnu Berg af hólmi og hún fékk að líta 2 mínútna brottvísun fyrir að skjóta í andlit leikmanns. Já, hérna sóknin komið höndin komin upp og Og við sjáum þetta vel á eftir, í betra sjónarhorni. Já, mér finnst það erfitt að horfa á svona. Ég veit það bara 100%, það ekki einn þráður í mig sem heldur hún sé að gera þetta viljandi. Hún ekki að bomba í andliti viljandi, það alveg klárt. Þetta ekki fyrst skipti? Nei, þetta ekki fyrst skipti, en mér finnst þarna bara, hver ábyrgð sóknarmanns? Þannig stendur varnarmaður bara í fullkomlega eðlilegri varnarstöðu, kyrr, ekki að færa sig inn í skotlínuna og það bara hlaðið í eina bombu. Meter frá og bara, þetta getur verið bara stórhættulegt og ég veit ekki, ef við værum að horfa á uppstilt fríkast, ef við værum að horfa á víti, þá þetta alltaf rautt spjald beint. Ég veit ekki, líklega ekki til í reglunum að þetta hefur verið rautt spjald, en mér finnst bara þetta getur verið hættulegt og það þarf að... Þetta skeytingaleysi? Já, bara varnarmaður fyrir framan, það þarf að ná að breyta þá skotlínunni og bara sjá hvað að gerast fyrir framan. Varnarmaðurinn ekki einhvern veginn að stíga inn í skotið, hún bara á sínum stað, stígaður fram kannski að mæta skotinu, hún neglir hann í andlitið á henni og það svo rétt sem Rakel segir, þetta getur verið svo svakalega hættulegt og haft afdrifarík bara Rakel, þú náttúrulega lendir í þessu í hvað, tvígang? Já, sérstaklega í fyrra það var akkurat svona högg og það bara, það var æfingu meira að segja. Já, það var æfingu, en það tók mig út bara í 2 ár og þannig að mér finnst alltaf svolítið erfitt að horfa á þetta, en auðvitað, svo ég nefna hann aftur, veit ég að það er ekki vottur af viljaverki í þessu, en þurfum samt kannski að skoða þetta bara, hver ábyrgð sóknarmannsins í þessu tilviki.